Það finnur annað svona frekar stórt deildatap á móti Njarðvík hér í kvöld. Hvað er að gerast hjá okkur? Hvað er þessu? Bara slök framistæða, ég held að sé óþarfi að lesa hvað mikið í þetta. Það er sem maður svona óttast fyrir leikinn. Við erum búin að vera í þessari blessuðu COVID einangrun í 2 vikur og náðum einni alveg æfingu saman og það sá það svona fljótt að leið á annan leikhlutan að það var ekkert mikið eftir að tankum og mjög ólíkir sjálfur. Tökum 23 boltum þegar við erum að gefa upp mjög fullt af svona sóknarfrákvæmd sem við höfum verið að loka vel á í alla vetur, þannig að ég held að ég ætla ekkert að líta og ekkert að taka of mikið út úr þessu leik. Við virðist vera að ná tökum allavega fyrri hálfleiknum, við virðist vera með ágætis tök á leiknum, sérstaklega í svona fyrsta og inn í annan leiknum, það eru 5-10 stigum á undan og eitthvað svona. Hvað gerir svo í seinni hálfleiknum? Já, ég bara held að orkan svo bara fer og hægir og fyrir sjónleik sem við gera, sem að gerði svolítið í byrjun tímansins líka, þannig að vantaði þennan hraða sem að hraða hálfum öllu sem eru fínir og kannski bara, 23 tapaða boltar og mér fannst svona allavega helmingur af þeim svona algjörlega óþarfi, þannig að ég held að þetta tvent svona í bland við það bara að slakir orðanlega þá áttu við ekkert skilu í þessu leik með þessu framistuð og þar við setjum. Oft verður sagt að það stefna rosa mörg lið að titlinum í ár og deildin bara full af liðum. Það er ekkert off-kvöld í raun og raun í þessari deildin. Þið hafi átt svona, það verður svolítið upp og niður hjá okkur. Nei, ég er ekki sammála. Ég byrjuði milla. Ég byrjuði milla á Króknum, ég byrjuði milla í Njarðvík. Og svo er rauninni eftir það, þá erum við bara búin að vera solid. Við erum ekki búin að vera frábærir, við erum bara solid. Við töpum með 0,2 sekúndum móti Keflavík. Við töpum í móti Breiðablik þegar við erum búin að vera í svona hörku prógrammi. Þannig að þú veist að, sem við fengum 2 daga á milli og vorum búin að vera í Laskar og svoleiðis. Þannig að aðra leiki eru búin að vinna, þannig að ég held að við séum á fínni leið og þetta sé svona bara smá hlíðaskref frá því. En vissulega sýndi Njarðvík hvað þeir geta, þeir voru öflugir og þeir eru í gott í þessum gír og Haukurinn er að binda vörðuna saman svona eins og að gera í dag, þá verða þeir mjög illvegir aðalega þegar fram líða stundir. Já. Liðin sem eru hérna með ykkur svona efurhluta töflunar eða svona sem eru flest kannski fyrir utan Njarðvík eru aðeins að gefa í. Ég meina Njarðvík er náttúrulega takin Hauk-Helga alltaf meira og meira sko en Keflavík að bæta á hópur sem Þór er að bæta í og hver er staðan á Bandaríkjamanninum? Við rækjum með maðuruna í vikunni og það spurning bara hvernig hann verður klár en að svona það ætti bara að vera bara tímaspurt hvernig hann lendir og sést að leifin séu langt komin en hann er ekki lengur mútið Vestra en vonist að hann verður klár í leikinu mútið Stjörnunni á fimmtudaginn. KR leikurinn á mánudaginn er frestaður leikur þannig að það er bara náttúrulega þeir leikmenn sem að máttu voru löglegir hann í desember sem er með sko. Það var ekki CJ Burks eins og sögursagnir sögðu í dag en hvaða leikmaður er þetta? Hvers konar leikmaður? Það var bara tilkynntur bara eftir bara í kvöld eða eða í fyrramálið. Þetta er svona strákur sem fitta bara inn í það sem við erum að reyna að gera. Þetta er hávaxinn frammeiri hreyfanlegur. Kemur kannski með svona gott skot fyrir utan og er svona liðspilari. Við erum ekki að leita að einhverju bombu sem kemur inn og svona byltir öllu sem gera. Heldur einhvern sem fittar inn í það sem hefur verið svona successful fyrir að ganga til. Og við vonum bara að hann standist stærri væntingar. Verður ekki vonað það? Jó, það er betra. Frábært, takk.